Þá komið að 7. liða dagskrá samfélagssáttmáli samfélagsmiðla og skjánotkun barna. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Lind Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar hefur mælst vel fyrir en vonandi bara fyrsta skrefið að mörgum í þeirri vegferð að vernda börnin okkar. Nú komið að því að við fáum heimilin í lið með okkur. Hvað pólitíkin að skipta sér að því hvað börni gera heima, gæti einhver spurt og ég hef líka spurt sjálfa með því margoft. En hluti af farsæld barna einmitt að sinna forvörnum og snemmtækri íhlutun og ég tel að pínu vera okkar hlutverk að stíga hér inn. Við fórum í átak til að taka á unglingadrykki og útivistartíma barna. Nú komið að samfélagsmiðlanotkun og skjátíma. Hefjum vinnu við samfélagssáttmála sameiginleg viðmið íbúa samfélagsmiðla og skjánotkun barna. Bíðum ekki eftir að stjórnvöld taki af skarið. Sýnum að þetta hægt með samhentu átaki. Það reyndar mín trú að það sé áhrifameira að bæjarfélögin eða hverfi í stærri sveitarfélögum vinni þetta saman og það sé vænlegra til árangurs heldur en að komi skipun að ofan. Foreldrar standa berskjaldaðir gagnvart þrýstingi barna og ofurvaldi markaðsaflana og þess vegna mikilvægt að við stöndum saman. Og ég ætla að fá að fara hérna aðeins yfir helstu kosti svona samfélagssáttmála. Rannsóknir sýna að samfélagsmiðlar geta haft neikvæð áhrif á andlega heilsu barna, sérstaklega hvað varðar sjálfsmynd, kvíða og þunglindi. Eins má færa rök fyrir því að þau hafa ekki þroska til að takast á við það sem þau sjá, þar og heyra. Uppspretta óæskilegra athafna og eineldis má ofta rekja til áhrifa eða athafna á samfélagsmiðlum. Aukið ofbeldi og afturför í jafnréttismálum hefur jafnframt verið tengt aukinni notkun samfélagsmiðla. Snjallsímar og samfélagsmiðlar taka tíma frá raunverulegum samskiptum. Með sameiginlegum viðmiðum símanotkun fá börn meira svigrúm til að tengjast jafnöldrum sínum í eigin persónu. Ef allir foreldrar í bæjarfélagi taka þátt í slíku samkomulagi, hverfur sá félagslegi þrýstingur sem oft skapast þegar sum börn fá að nota samfélagsmiðla og síma en önnur ekki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að snjallsímanotkun á kvöldin truflar svefn barna sem hefur neikvæð áhrif á námsárangur og líðan. Sameiginlegur sáttmáli krefst samvinnu meðal foreldra sem getur styrkt tengsl þeirra á milli. Foreldrar fá tækifæri til að deila hugmyndum, styrkja stuðningsnet sitt og standa saman í því að búa börnum sínum betra uppeldi. Samkvæmt tölum frá rannsókn fjölmiðlanefndar á netnotkun barna árið 2023 kom fram með leyfi forseta. Árið 2021 voru 60% barna á aldrinum 9 til 12 ára með aðganga TikTok og Snapchat. Árið 2023 hafði það hlutfall lækkað niður í 36% á TikTok og 42% á Snapchat. En ég tek fram að báðum miðlum 13 ára aldurstakmark. Þeim börnum fækkar á milli ára sem eru á þessum samfélagsmiðlum en þessar tölur samt sem áður sláandi en við vonum samt að þær sýni rétta mynd að með aukinni fræðslu sé við að þokast í rétta átt. Við þorum varla að hleypa börnunum okkar út úr húsi og erum að því sem kallast kynslóð krulluforeldrana. En samt vitum við ekkert hvað þau eru að gera og sjá í hinni stafrænu veröld. Vitum við hvað í gangi í þeirra bergmálshellum. Það var húsfyllir á dögunum í Naustaskóla á fyrirlestri ofbeldi og hegðunarvanda. Það ákall breytingar og foreldrar eru uggandi. Þess vegna tel ég að nú sé rétti tíminn til að leggja fram þessa tillögu fyrir hönd okkur bæjarfulltrúa Gunnars Más. Og hún hljóðar svona. Fræðslu- og lýðheilsusviði Akureyrarbæjar falið í samvinnu við hlutaðeigendur að stýra vinnu við gerð samfélagssáttmála íbúa samfélagsmiðla og skjánotkun barna. Jafnframt sviðinu falið að leggja fram verkáætlun og kostnaðarmat fyrir fræðslu- og lýðheilsuráð og í framhaldinu bæjarráð áður en vinna við sáttmálan hefst.
Fara skal í markvissa kynningu og vinnunni til að fá sér flesta af borðinu, svo sem börn og ungmenni, heimilin og foreldrafélag grunnskólana og í framhaldinu settir upp verkferðlar við kynningu og eftirfylgni á samfélagssáttmála. Við áttum alveg í smá samtali, ég og sviðsstjóri fræðslu og lýðheilsunar, hvernig væri best að gera þetta. Hvort að við ættum að stofna starfshóp með pólitíkinni og ég hugsaði þetta alveg pínu en finnst það eiginlega bara vera pólitíska ákvörðun okkar að fara í þessa vegferð. Það eru forvarna fulltrúarnir okkar og það svið sem á að leiða þetta samtal við foreldrana, ekki við einhvern veginn. En eins og ég hef samt sem hafa sagt að ég alveg opinn fyrir eða við öðrum hugmyndum. Þetta búið að svona malla í manni dálítið lengi og þetta kannski ekki endilega besta leiðin, en þetta það sem ég til allavega við á þessum tímapunkti. Þannig ég vona innilega þessi til að veri samþykkt og við hefjum þetta samtal við heimilin. Eins og kom fram á hann, það var alveg ákvörðun að fara áfram með þetta mál og ekkert sjálfsagt að það yrði samþykkt hér. En ég held bara að við séum pínu sammála þegar kemur á þessu og við séum ótrúlega framsýn og við erum búin að sýna það að við þorum að vera leiðandi. Af því það voru alveg margir sem voru að furða sig á af hverju við sem sveitafélag vorum að skipta okkur að símanotkun í skólunum. En við vorum náttúrulega líka bara svo heppin að skólastjórar voru tilbúnir í þetta. En ég hef alveg fengið að heyra að þetta hafi ekki verið í okkar valdi. Ég hef rætt þessa hugmynd alveg við vinkonur mínar og foreldra í bænum, hvort ég væri bara í ruglinu og ungmennaráð, þau voru svo frábæra að taka móti okkur bæjarfulltrúa Gunnar minni mig í byrjun árs til að ræða þetta og þökkum við bara kærlega fyrir góðar móttökur. En annars lakaði bara til að eiga góða samræður þetta og að við verum jákvæð fyrir þessu. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið mál sín og orðið laust. Næst máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Sunnu og Gunnari fyrir að vekja máls á þessum valkosti og möguleika á samfélagssáttmála. Ég held að sé alveg rétt sem bæjarfulltrúi Sunna var að nefna að útfærslan getur orðið ýmiss konar. Fyrsta spurningin eigum við að gera eitthvað? Ég held að svari sé já. Ég man allavega eftir að það gagnast ákaflega vel þegar foreldrafélögin og fór í svolítið samstillt átak varðandi til dæmis útivistartíma og ýmislegt það sem var, ef ég man rétt, til dæmis voru svona, við skrifuðum við undir að við ætluðum að fylgja útivistartíma sem foreldrar og eitthvað slíkt og svo voru þessi seglar á ískápuna sem að mér fannst alveg bara í alvörunni vera eitthvað bara mjög hjálplegt og gagnlegt að bara við varum búin að samþykkja þetta og þetta var bara gagnlegt fyrir mig sem foreldri. Það er svona, mér myndi lítast langbest á það að forvarnafulltrúarnir okkar myndi leiða samtal og styðja við foreldra að komast að sinni eigin niðurstöðu sem ég get alveg ímyndað mér að verði bara skynsum. Ég hins vegar, það eina sem að, en það er nú kannski bara einhver pirripú í mér, en mér finnst þetta þessi hugtakanótkun, skjánótkun. Ég aldrei hrifin af henni vegna þess að skjánótkun svo gríðarlega viðfemt. Þú veist, það, ef þú ætlar að spjalla við ömmuðina sem býr í útlöndum á einhverju spjallforriti, á vídeósamtali, það skjátími? Það skjátími ef þú ert að nýta tölvu eða síma til þess að gera eitthvað? Þannig að þetta skiptir ekki öllu máli, ég held ég skilja alveg hvað þetta við og ég ætla ekki að fara í mikla útúrsnúninga, en þetta samt fyrir taugarnar á mér vegna þess að við þurfum einhvern veginn að nálgast það. Hvernig við tökumst á við þennan breytta veruleika sem varða sérstaklega samfélagsmiðla og leiki í mínum huga, aðgreint frá þá gagnseminni og því sem við viljum sannarlega læra og nýta. Ef einhver vill frekar lesa bók á skjá þú veist, af því að það er svona e-bók, eða þið vitið,
það þá sami skjátíminn og að vera í samskiptaforritum eða jafnvel ofbeldisfullu leikjum eða þið vitið allt þetta. Þannig að mér finnst skipta óslega miklu máli varðandi þessa orðanotkun að ég myndi gjarnan vilja að við myndum nota annað orð til þess að aðgreina það sem við lítum á sem vandamál frá því sem við lítum á sem tækifæri. Að því í mínum huga kannski stærsta vandamáli við sérstaklega samfélagsmiðla og leiki tíminn sem fer í hann. Það að segja sérstaklega þar af leiðandi tíminn sem þú ert ekki að gera eitthvað annað. Þú veist, eitt af því mikilvægasta í okkar lífi, hvort sem við erum börn eða fullorðin, bara svefn, hreyfing og mataræði. Fyrir utan auðvitað bara samskipti og eiga í vinskap eða gleðistundum, að þá þessi grundvallaratriði þegar að eitthvað eins og samskiptamiðlar eða leikir eru farnir að hafa áhrif, neikvæð áhrif á félagsþroska, á það að þú borðir, þú hreyfir þig, þú sofir reglulega og svo framvegis, það eru hættumerkin. Það að segja, minnst eiginlega hættulegur, að mörguleiti líka hættulegt það sem þú ert ekki að gera, heldur en endilega það bara það sem þú ert að gera. Þið munið kannski eftir þessari umræðu sjónvarpsglápið. Augun eru ferköntuð og virðum öll ofbeldismenn og alls konar svona umræða. Og það til alveg, þú veist, hellingar rannsóknum til dæmis á því að ofbeldi aukist ekki með því að fólk horfi á mikið ofbeldisefni. Það bara basically búið að afsanna það. Hins vegar mikið fylgni við milli þess til dæmis félagslegra stöðu og síðan því sem þú ert ekki að gera. Þú veist, að þú ert ekki að sinna þessu eðlilega hlutum eins og svefni, hreyfingu og mataræði, það hefur áhrif á líðan og áhrif á líðan hefur síðan áhrif á meðal annars ofbeldi. Þannig að kannski ég eitthvað hártoga en ég bara einhvern veginn, mér langar ekki til þess að við setjum þetta í svart-hvítt form þess að það sé alltaf illa. Setjum fókusinn á hvað mikilvægt að gera líka, verum stuðningur og veitum foreldrum þann stuðning sem þau þurfa að halda til þess að kannski bara ná sér saman hvernig þau vilja afmarka. Ég myndi alveg gjarnan vilja sjá eitthvað svona segul, en ég myndi gjarnan vilja sleppa orðinu skjánotkun fyrir minn smekk. Máli sína orðið að laust. Næst eftir málsbæjarfulltrúi Sunnalín Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúa, þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönnu fyrir mjög fína yfirferð hérna og ég alveg sammála í rauninni með skjátíman og fyrst hét þetta bara samfélagsmiðla en þá fór ég að vesenast með einmitt leikina. Hvað við ættum að kalla það? Það? Ég veit það ekki. Þannig að skjátími varð sem sagt niðurstaðan en ef að kemur til að eitthvað betra orð sem að passar inn í þessa tillögu, samfélagssáttmála, íbúum samfélagsmiðla og tölvuleikjanotkun. Já, kannski hafa fleiri skoðanir á þessu og það verður bara gaman að heyra það því að þetta ekki eitthvað sem fast í mínum huga og þetta var það sem ég ætlaði að segja. Og ég get bara tekið sem eitt dæmi að ég var ótrúlega leiðilegt foreldri og tók fjárstýringuna af PlayStation af syni mínum í 2 sumur þegar hann var held ég 12 og 13 ára og vá hvað hún fannst ég leiðil og ég hugsaði vá hvað það hefur bara frábært að við höfum bara verið samtaka fleiri í þessu að taka svona ákvarðanir. Og að dálítið fyndi að þú nefndir bæjarfulltrúi Hilda ferköntuð augu að segja ég var að hlusta á hlaðvarpsviðtal við sjúkraþjálfara sem var að vinna með Gylfa Þór. Þetta svona pínu svona stjörnu sjúkraþjálfari sem með stjörnunar okkar og hann var sem sagt að æfa sem sagt hliðarsýnina hjá Gylfa því það bara mjög mikilvægt fyrir leikskilning í íþróttum að líta til beggja hliða og hann hafði mjög miklar áhyggjur af þessari rörsýni sem börn eru þá komin með í dag af því að þau eru bara að horfa innan eina skjá og eitthvað sem kannski íþróttaþjálfan Heimir getur notað þegar hann að taka símana af börnunum í rútunni eins og hann hefur nokkuð sinni nefnt. En
Auðvitað þetta aldrei meira en einhver sáttmáli viðmið sem hver og einn velur að fara eftir. En þá erum við að minnstakosti búin að útvega heimilunum einhver sameiginleg verkfæri bara í rosalega erfiðri baráttu. Og þetta verða bara verkfæri sem þau þá, eins og bæjarfulltrúi Hilda nefndi, búa til sjálf. En við erum bara einhvern veginn að kalla þau saman í þetta samtal. Og það var eiginlega ástæða fyrir að ég mér fannst óþarfi að blanda pólitíkinni inn í þetta. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, næst tekti máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég ætla að þakka bæjarfulltrúi Sunnu Hlín til að vekja máls á þessu máli. Þetta afskaplega stórt og mikið mál og orðið með stórt vandamál í samfélaginu. Ég nefndi þetta við nokkra í gær sem þetta væri á bæjarstjórnarfundi í dag og ég fekk bæði góðar undirtektir og slæmar. Sumir talaði gríðarlega forræðishyggju, hvað var meðal að spá að taka þetta fyrir hér í bæjarstjórn, en ég held bara aðalmáli sé að, svo bæjarfulltrúi Sunna sagði, að við séum kannski að búa til einhver verkfæri. Sumir eru kannski svolítið týndir, til dæmis sem hafa auðvelt væri að tala skjánótkun fyrir svefn, eða þetta versta sem þú gerir, og hafa einhver viðmið. Það eru náttúrulega foreldrafélög búin að gera þessa góðu segla eins og foreldrafélög í Breiðholti. Ég fór aðeins að skoða þetta sem var mjög flott. Það er alls kyns vinna búið að vera í gangi í fullt af foreldrafélögum og öðrum sveitafélögum. Þannig að ég held að vinnan sé bara í höndum mér og bæjarfulltrúi Gunnari sem erum í fræðsluráði að taka saman allt sem vel hefur verið gert í öðrum sveitafélögum og foreldrafélögum og búa til svona eitthvað svona, hvað ekki segja, hjálpargögn fyrir foreldra út. Já, það er ekkit víst að þessu allir jafn góður á Sunna sem tók PlayStation fjasturningun af barninu sinu í 2 sumur og það er ekkit víst að allir þjálfarar ákvaða að hafa öll 12 ára börn í símalausum ferðum árið 2025. Þannig að það er bara ekkit sjálfsagt. Þannig að ég er bara fínt að vísa þessu til fræðslurós, til umræðu og vinnu og mér líst bara vel á þessu vinnu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, næst tekti máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúi Sunnu Hlín fyrir að koma fram með þessa tillögu sem að ég tel að sé góð, að því að hér er að ræða einhvers konar samfélagssáttmála en sem í mínum huga ekki forræðishyggja. Þó það gæti litið þannig út og ég veit að bæjarfulltrúi Heimir sagði bara að það hefði verið eitthvað sem einhver sagði. En það eru til nefnilega ýmsar upplýsingar á internetinu og þegar ég eignaðist barn fyrir stuttu eins og einhver vita og þá hef ég mikið verið inn á vef Heilsuveru og það eru til dæmis frekar svona ítarlegar upplýsingar skjánotkun barna eftir aldri og þar er til dæmis bara frekar skýrt kveðið á að með leyfi forseta, mælt með að forast allan skjátíma í börnum yngri en 18 mánaða. Hér þó ekki átt við samskipti í gegnum netið við fjarstadda ættingja og vini. Og þú veist, þannig að það er alveg gerður skýr greinarmunur á því og ýmsar góðar leiðbeiningar bara svona samskipti þegar þú leyfir barninu að horfa á eitthvað sjónvarpsefni og svo framvegis að það þurfi alltaf að eiga sér stað í góðum samskiptum milli foreldra og barna. Síðan var ég nú að aðstoða vinkonu einhvern tímann sem var með samviskupið yfir því að leyfa 2 ára dóttur sinni að horfa á barnatíma eftir leikskóla og ég sagði en það er allt í lagi af því að allavega inn á vef Akureyrarbæjar frá 7. febrúar 2017 svona lítið spjald sem viðmið skjánotkun sem að átti í það minnsta að dreifa inn á hvert heimili í bænum en ég veit ekki hvort þessu hafi verið dreift inn á hvert heimili í bænum því ég hef aldrei séð þetta nema bara þarna á netinu og þetta er bara fínasta svona viðmiðun að plagga hversu lengi börn mega vera eða hversu löng skjánotkun á að vera og viðmiðum út frá aldri
þá er leikskólaaldur, svo 1. til 4. bekkur, 5. til 7. og 8. til 10. og svo ungmenni og með skjáir áttu tölvur, sjónvarp og farsíma og þar og þarna við væntanlega að ræða skjánótkun sem felst í því að þú ert á samfélagsmiðlum, þú ert ekki að læra, þú ert ekki að tala við fjarskylda ættingja, þú ert ekki að nýta þér tæknina til þekkingaröflunar í kannski samvinnu við foreldra eða aðra fullorðna. En það eru mörg verkfæri til, en ég tel einmitt að það sé mikilvægt að við hefjum allavega þá vinnu, hvernig sem hún verður svo farin, af því að það tillaga bókun að vísa því inn á fræðslu og lýðheilsusviðs að fara í þessa vegferð og ég held að þetta sé gott og mikilvægt skref til þess að við áttum okkur á því að þetta í raun og veru samfélagsmein sem þarf að takast á við. Það bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Elma Ísteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að koma upp til að þakka bæjarfulltrúa Sunnu fyrir að setja máli á dagskrá. Mér finnst það afar mikilvægt að það sé tekið samtalið þetta mál, af því þetta orðið grafalvarlegt, vil ég bara segja. Held að sé rosalega gott fyrir marga foreldra að fá eitthvað hjálpatæki varðandi þetta. Og ég ætla svo sem ekki að lengja þetta, en ég bara tek undir það sem búið að koma hér fram. Það líka gott að taka snúning á því hvað á þetta heita. Þetta mitt skjánótkun? Skjánótkun getur líka verið jákvæð á einhverja vegu, þó svo sé kannski sjaldnast jákvæð, en á einhverju vegu getur það klárlega verið það. Þannig að mér langaði bara að koma upp til að þakka fyrir að setja þetta á dagskrá og bara vona að fari mikil og góð vinna fram við þetta, og ég held að sé klárlega bara nóg að að þetta verði forvarna fulltrúarnir og sviðið og ráðið sem vinnur þetta áfram, svona allavega til að byrja með. Takk fyrir mig. Þá bæjarfulltrúi Hilda Elma Ísteinsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að leggja fram breytingatillögu við textan og breyta skjánótkun í tölvuleikjanótkun, þannig að upphafið yrði fræðslu og lýðheilsuráð Akureyrarbæjar falið í samvinnu við hlutaðeigendur að stýra vinnu við gerð samfélagssáttmála íbúum samfélagsmiðla og tölvuleikjanótkun barna. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú kannski að hnýta meira við það sem að bæjarfulltrúi Jana Salome kom inn á. Ég hefði nú svona kosið það að við héldum inni orðinu skjánótkun, af því að þetta hugtak sem notað af embætti landlæknis. Umboðsmaður barna hefur talað um skjánótkun líka. Það liggja baki rannsóknir meðal annars svefn og annað. Þannig að þetta svona kannski ákveði bara yfirheiti, en auðvitað ef að við komumst á þann stað að foreldrar og samfélagið gera með sér þennan samfélagssáttmála, að í því ferli getum við þetta skilgreint betur hvað við eigum við. Erum við að hugsa skjánótkun og þá eftir eins og bæjarfulltrúi Jana Salome kom inn á, skjánótkun barna á mismunandi aldri, erum við að hugsa aldursviðmið á tölvuleikjum og að foreldra virði þau, erum við að hugsa aldursviðmið á samfélagsmiðlum og að foreldra og börn virði þau, erum við að hugsa smáforrit, erum við að hugsa kaup á netinu, erum við að hugsa skjáin og svefnin og allt þetta sem að embætti landlæknis og heilsugæslunnar koma inn á meðal annars á vef heilsuveru og hægt að sækja sér upplýsingar um. En ég segi, legg það til allan að við höldum þessu orði inni þó auðvita, og það hefur komið fram í okkar máli hér að skjánótkun orðið eitt og sér auðvitað segir ekkert til hegðunina.
Það er að segja að þetta auðvitað, við vitum að margt líkur að baki þarna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson loki máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Málstekur Hallabjörg Hreinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara rétt aðeins til að koma og kannski bara því að allir búin að vera svo jákvæði gagnvart þessu að vera hérna svona fyrst þegar þetta mál kom á dagskrá það hugsaði bara já, klárlega þörf á því að vera gerði samfélagssáttmáli. Ef ég bara svona hugsa fyrir mig, þú veist að ég gjarna vilja að þessi vinna færi bara á stað meðal foreldra. Byrjaði þar en ekki alveg svo bæjarfulltrúi Sunna kom held ég inn á í upphafi. Þú veist, ámar að vera að stíga inn hérðan frá, en sko kannski bara gefa plattformið og þú veist, og hér tækifæri til þess að ræða þetta og nefna við foreldrafélögin, en þú veist, mér veist við að seilast aðeins langt og svo þegar við erum fann að tala skjánotkun eða leikjatækjanótkun þá eru komið alltaf, verð ég alveg rugluð. Ég verð bara viðkenna það, þú veist, ég hugsaði með mér, já, bara fínt, ég til ég að samþykkja þetta, förum að stað með einhverja vinnu, þó að ég hefði viljað byrja á hinum endan með eða þessi vinna hefði hafist á öðrum enda. Það er að segja hjá foreldrunum sem bera ábyrgð á fyrst og síðast. Við erum að tala væntanlega skjánotkun þegar þeir eru ekki í skólanum. Þú veist, við erum búin að taka af þeim símana í skólanum, þar sem við höfum eitthvað það að segja hverslega þjónustu við erum að veita þessum börnum, en við erum að seilast inn á heimilin og þar finnst mér, þú veist, þetta vera foreldrana að ákveða hvað þetta heitir, en ég held að við séum allir með sama skilningin á því. Ég tel ekki það að tala við barnabarnið eða einhvern í síma á svona myndsímtali sé einhver vond skjánotkun, en auðvitað kannski að vera endalist í leikjum og vera að festast í einhverju svoleiðis, það er eitthvað það sem við viljum takmarka væntanlega sem foreldrar. Og þá segi ég aftur, einhvern veginn vísa þessu til foreldrarna ákveða hvað við notum og hvernig við útfærum þetta, og ég bara átta mikið alveg á því, þú veist, bæjarfulltrúi Gunnar kemur að þarna er landlæknir búin að gefa út skjánotkun. Er það betra eða verra að nota það eða leikjatækjum? Við erum held ég samt að hugsa það sem að bæjarfulltrúi Hilda hérna kom inn á sem leikjanotkunin. Það við erum að takmarka það versus einhverja góða skjánotkun innan gæsalappa. Þakkum bæjarfulltrúi Hallabjörg Hreinsdóttir gefin aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það. Næst tekið máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar, þetta sáttmálatal hljómar afskaplega vel í mínum eyrum. Mér er það mjög minnistætt þegar foreldrar lögðust á eitt útvistarreglur að þær yrðu virtar eins og hefur verið bent á hér. Það var fyrir einhverjum allnokkuð mörgum árum og það gekk afskaplega vel og hafði góð áhrif. Mér þætti verra ef þetta mál svona strandaði á ágreiningi hugtök, skjátími. Ég felli mig mjög vel við það því að ég ímynda mér að hér sé ekki verið að tala tölvuleiki sem þungaviktar atriði númer 1, 2 og 3. Eftir að hafa fylgst með barnabörnum mínum, ágætlega vel gefnum krökkum og afskaplega skemmtilegum. Vissulega eru þau eitthvað í leikjum, en líka alveg ótrúlega mikið að horfa á skjáin á algjört fánýti þar sem menn eru að taka utan af gjöfum, setja saman þetta og hitt og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Þannig að mér líst ágætlega á þetta hugtak, skjánotkun, og eins og hefur komið hér fram, svo er það bara skilgreint síðar. Ef við förum að festa þetta hins vegar við leikina, að þá erum við búin að takmarka þetta of. Þá er markmið orðið of þröngt. Þannig að höldum okkur við skjátíman og það innifelur leiki sem kemur skilgreining með sem lætur okkur skilja þetta enn betur. En látum þetta endilega ekki stranda á þrefi hugtakanotkun. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki málsins. Næst tekið máls bæjarfulltrúi Anna Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að ég ætla nú kannski ekki að lengja umræðuna mjög, en mér finnst við bara að vera að flækja þetta pínu. Af því að hér inni erum við nú öll held ég foreldrar
einhver eru ömmur og afar og við erum öll partur á þessu samfélagi sem við búum í. Hér höfum við ákveðið tóliða tæki, ákveðið svið til þess að fara fram með mál sem eru mikilvæg í samfélaginu. Ég held að þetta sé gífurlega mikilvægt að þetta felur ekki í sér að við séum að fara að stjórnast í þessari vinnu sjálf. Þetta felur í sér að við gefum foreldrum, í mínum huga, að við gerum foreldrum og samtökum foreldra, foreldrafélögum í skólum og svo framvegis tækifæri til þess að vinna með fræðslu og lýðheilsusviði sem stýri vinnunni. Þú veist, og forvarnafulltrúum skólana og svo framvegis. Ég lít allavega á þetta sem svo, því að það eru til viðmið skjánotkun frá embætti landlæknis, held ég, allavega það sem maður finnur inn á heilsuveru. Og það er að tala skjánotkun, þannig að ég er ekki til í þrefum einhverja breytingu á orðalagi. Það eru til viðmið, en við erum að búa til samfélagsáttmála það, að við ætlum að fylgja þessum viðmiðum fyrir börnin í samfélaginu. Bara líkt og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason kom inn á þegar að foreldrar gerðu með sér ákveðin samfélagsáttmála að virða útvistatíma barna. Þess vegna til ég þetta að vera mikilvægt og ég held að það sé bara ágætt að þetta komi hér til umræðu í bæjarstjórn. Við ræðum þetta hér og reynum að koma þessu verkefni í eitthvað ákveðið ferli. Takk. Bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sem næstakað máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, jú, það er alveg þess virði að eyða nokkrum orðum í það eða að íhuga aðeins hvort að hér sem einhverja forræðishyggju að ræða sem að er alveg réttmætt umræða en umræðan er bara svona í heiminum þegar kemur að þessu. Noregur er að pæli að fara að banna samfélagsmiðla undir 16 ára, Ástralía líka og fleiri lönd. Við erum bara á þessari vegferð. Og forræðishyggja að ekki, við bara verðum að grípa inn, þau eru bara algjörlega eftirlitslaus í veröld sem við vitum ekkert hvað þau eru að gera í. Og einhvern veginn þurfum við bara að grípa inn í. Og ég kom hérna með umræðu í haust ofbeldi meðal barna og það spratt aldrei upp af atburðum sem urðu hérna á menninganótt í Reykjavík og það var heilmikil vinna á höfuðborgarsvæðinu. Það voru fullt af foreldrafélögum sem fóru í vinnu, það voru húsfyllir á mörgum stöðum og maður sá bara að fór hellingur í gang. Þessari umræða var vísaðin í fræðslu og lýðheilsu og hún lognaðist pínu út af þar. Ég var fyrir vonbrigðum. Ég hélt að við myndum halda fundi með foreldrum og ræða þessi mál og gera eitthvað, en það varð ekki reyndin. Og einhver segir við mig að það sé til eitthvað svona foreldrafélag, svona reglíf hérna á Akureyri sem er ekki skilgreindur hverju grunnskóla og það sé ekkert rosalega virkt núna, ég bara þekki það ekki. Þannig að við þurfum þá bara að vinna í að virkja þessi félög og í þessari vinnu, en það var til dæmis foreldrafélag Naustaskóla sem hélt þennan fyrirlestur daginn, þannig það er einhver vakning í gangi. En ég ætla bara að koma með tillögu að smá breytingu á tillögunni okkar Gunnars að því að hér segir sem sagt að stýra vinnu við gerð samfélagssáttmála íbúa samfélagsmiðla og skjánotkun barna en ætti náttúrulega vera gerð samfélagssáttmála íbúa samfélagsmiðla notkun og skjátíma barna. Og ég held að viti allir hvað er átt við með skjátíma barna. Það er enginn að segja að þeir eigi aldrei að vera fyrir fram að skjáin, heldur að við séum einhver viðmið hversu langur tími það er. Þannig að þetta er þá einhver málamiðlun hér. Takk fyrir. Þá hefur við bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu næst tekið máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get líka alveg dreigð þess að tillögu tilbaka en það er bara mjög sterklega mín skoðun að þetta hugtak hvort sem það er skjátími eða skjánótkun sé bara óheppileg. Það er líka annað sem mér finnst ótrúlega mikilvægt að við veltum fyrir okkur því eins og ég sé þetta. Mér finnst oft gott að pæla í tækninni og skjáunum öllu saman. Svolítið eins og sundi. Þegar að börnin okkar eru unga börn, þá fara þau náttúrulega aldrei einu sund. Þau eru í fanginu á okkur
meiri segja jafnvel ekki í kútum þegar þau eru pinkulítil, þau fara bara í ungbarnasund. Svo smá saman verða þau með kúta og fara aðeins í burtu og svo fara þau að busla og þau eru alltaf undir eftirliti foreldra alveg þangað til þau ná ákveðinni hæfni. Inn í skólunum síðan sundi kennt þar til að þau hafa náð ákveðinni hæfni og ákveðnum aldri til þess að geta svamlað í þessari laug. Það sem ég oft hugsa er hvernig ætlum við að nálgast bæði bara sem samfélag vegna þess að skjáirnir eru ekkert að fara að hverfa. Þeir eru að verða hluti, við sitjum öll fyrir framann skjá. Þetta skjátími sem eiga sér stað akkurat núna. Fyrir framann fundargerðir og ýmislegt. Þið sitjið öll í vinnu þar sem þið vinnið fyrir framann skjá og jafnvel 2 skjái. Og það sem ég að velta því fyrir mér þess vegna finnst mér þetta svona mikilvægt. Þetta hljómar örugglega svo eitthvað nitty-gritty og það er ekkert að fara að stoppa þessa tillögu. Við erum að fara að samþykkja að gera eða skapa þetta svigrúm fyrir þennan samfélagssáttmála. En þegar við förum að stilla þessu upp svo svarthvítu að við förum jafnvel í afneitun á það hvernig við ætlum að vera stuðningur við börnin okkar að læra að fóta sig í þessu umhverfi eins og í sundinu. Læra umgangast það meðan við þá færni og þroska sem það hafa hverju sinni undir eftirliti foreldra þangað til að hafa náð þeirri færni sem að krefst þess að takast á við aðstæðurnar. Þú veist, ég er svo hrædd að við ætlum að enda á því einhvern veginn að fara svo langt tilbaka, við ætlum að kasta þeim út í djúpulaugina 16 ára gjörsamlega ósyndum. Það er allavega einn af hugsunarháttunum hjá mér. Hvernig ætlum við að undirbúða fyrir atvinnumarkað og atvinnulíf, hvernig ætlum við að undirbúða fyrir veruleika þar sem þessi tæki eru komin til að vera, hvernig ætlum við að vernda hjarta þeirra og þroska nægilega vel og hvernig ætlum við að nýta það tækifæri sem við höfum á meðan þau eru ennþá börn til þess að læra að umgangast þessi fyrirbæri bæði í félagslegu lífi og starfi og námi. Það er hugsunum mín. Þannig að þetta er aðeins dýpra heldur en nitty-gritty bara orðið. Ég er bara ósammála þá landlækni og hverjum sem hafa verið að nota þetta hugtak skjátími og skjánotkun og mér líður eins og við verðum að nálgast þetta út frá öðru. Ég skal draga tillögu mínu tilbaka og bóka bara þetta því að þetta er bara prinsippmál í mínum huga. En þetta er ástæðar. Það er ekki vegna þess að ég vilja enga reglur. Það er ekki vegna þess að ég vilja enga festu. Það er ekki vegna þess að ég held að við séum á vitlausri leið. Ég held bara að við þurfum bæði ramma, en við þurfum einhvern veginn að nálgast þetta í einhverjum tengslum við veruleikan. Það er ekkert eðlilegt að börn fari út í djúpulaugina 5 ára með enga kúta og við horfum bara í hina áttina. Skiljiði mig. Þannig ég útskýri hvaðan ég er að koma. Þá verðum við einhvern veginn það sem er svo erfitt fyrir okkur að við kunnum að synda. Við getum kennt börnunum okkur að synda. En við kunnum svolítið illa á þetta nýja umhverfi. Það er að gerast svo brjálæðislega hratt. Við vitum ekki hvernig þetta við vitum ekki hvernig þetta virkar. Þannig að það er það sem ég held líka við getum gert. Getum við aukið fræðslu hvaða öryggisventlar í boði, hvaða leiðir eru til þess að stýra þá því hversu lengi viðkomandi var í, hvernig með fræðsluna á að virða þessi aldurstakmark, hvernig með fræðsluna fyrir foreldra þannig að getur stutt fólk, börnin sín í því að geta nýtt þess að tæki til góðs en ekki íls, til einhverja farsældar en ekki til einhverja hryllings. Þaðan er það sem ég er að koma, þess vegna ætla ég að fá að sita hjá undir þessu orði með fullri virðingu fyrir verkefninu, en fyrir mér er þetta bara mjög mikið prinsippmál. Við verðum að horfa á heildarmyndina. Það er bæðifiltrúið Hilda Jana Gísladóttir í loki máli sem ég ætla að biðja varaforstöðum að taka í stjórninni og gefa mér orði. Forseti ágætu bæðifiltrúið, bara rétt að því að við vorum að tala hérna forræðishyggju eða ekki, bara svo að ég taki það skýrt fram. Ég er sammála, þú veist, megin markmiðið er að þessi samfélagssáttmáli náist. Og ég held að við séum öll sammála það. Ég hefði bara kosið að það hefði byrjað á öðrum stað og við hefðum svo bara stutt við þá vinnu. Það er hins vegar ekkert að því að við, eins og kemur fram hérna í tillögunni og við erum held í öll tilbúin til þess að samþykkja, að við gefum einhvern veginn svona svigrúm eða hér er fundarsalur, boðum til, þú veist, eða myndum rými til þessa samtals á milli foreldra og jafnvel aðeins að ýta undir það. Þannig að þú veist bara svo að það sé á hreinu, ég er mjög hlynnt því. Svo hvað var það, þú veist, þessa orðanotkun, ég held að hún nú búið að draga tillöguna tilbaka, þannig að þú veist að við erum það bara að tala um eitt. En það er svo margt í þessu og ég er svo sammála alltaf síðasta ræðumanni, hvað var þetta varðar, að þú veist, maður einhvern veginn svona, já, leikir er einhvern veginn svona hræðilegt, getur verið, en svo aftur á móti var miðjudóttir mín sem lærði alla stafina í einhverjum stafakallaleik
á tölvu sem var bara mjög fínt og allt í einu bara, þannig að þú veist, þetta hefur kosti og galla og ég held að gallin var fyrst og fremst sá og ég held að þú veist, þegar ég var með ung börn, þá lærði ég bara sama tíma á farsíma, tölvur, eins og börnin mín. Þau lærði þetta náttúrulega miklu hraðar og ég hafði enga forsendu til þess að setja þeim mörk. Núna höfum við séð afleiðingarnar af alls konar misnotkun, skulum við segja, eða einhvers konar, þú veist, ofkunnótt af þessum upplýsingum sem börnin fá í gegnum símana og gegnum alla þessa fjölmiðla og núna viljum við einhvern veginn reyna að ná böndum á það. Ég held að þessi vinna, þegar hún fer af stað, þá leysi hún úr því hversu langt við viljum ganga. Það eru foreldrarnir sjálfir sem verða að koma sér saman hvaða mörk þau vilja setja sínum börnum. Takk fyrir það. Næst ekkert máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörga Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Höllu Bjarkar að auðvitað hefði verið betra að þetta hefði komið frá öðrum enda, en ég tel þetta samt vera gott í grunninn. Ég vil hvetja bæjarfulltrúa til að kynna sér alltaf fræðsluefni sem til skjánotkun barna. Þar talað einmitt að við eigum að kenna börnum að nota tækin rétt, hvetja þau til þess að nýta sér einmitt fræðsluleiki, læra stafina með því að fara í þess og hína leiki. Allt þetta efni til og ég tel einmitt að eitt af hlutverkum samfélagssáttmála sé að fræða foreldra og foreldra séu meðvitaður þau viðmið sem eru til, þá fræðslu sem til. Af því að hún til víðsvegar og maður finnur hana með því að létt googla orðin skjánotkun á Google. Af því að mér finnst einhvern veginn gæta ákveðins misskilings hér hvað felst í orðinu skjánotkun. Og ég verð bara að segja að mér finnst það svona óþarfi að vera eitthvað að fara fram og tilbaka með hvað það af því að bara á heilsuveru þetta bara mjög vel útlistað hvernig við getum kennt börnunum okkar að bera virðingu, hvernig við getum kennt börnunum okkar að læra að synda í heimi snjallsíma og internets, samfélagsmiðla og svo framvegis, af því að þetta gerist í smá skrefum. Og það held ég partur af þessum samfélagsmiðlasáttmála í mínum huga að við kennum börnunum að synda í þeirri djúpulaug sem að internetið Takk. Það bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörga Jósefsdóttir lokið máli sínu, næst ekkert máls bæjarfulltrúi Lára Haldara Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir að taka máli á dagskrá og þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa tekið til máls. Og hér margt búið að ræða og svo smítreka ég ætla ekki endilega að hafa einhverja málalengingar það sem slíkt. Mér fannst samlíking bæjarfulltrúa Hildu Jönu með sundkennsluna mjög góð. Þetta var helsta gagnrýnin sem ég heyrði þegar við ákváðum símafrí í grunnskólum. Að það væri ekki endilega leiðin að taka símana út úr skólunum, við ættum að kenna þeim að umgangast þá. Við tókum ákvörðunum að gera hitt, að taka símana út úr skólunum og gefa börnunum þar frí. Ég held að það hafi verið farsæl leið, ég alveg á því, en þá það þetta. Hvernig ætlum við að kenna börnunum að umgangast símana? Ég tek heilsor undir það að einhverja hártoganir hugtakið skjánotkun, við þurfum ekki að fara í þá málalengingu. Börnin eru í heilmiklum skjátíma í skólunum ennþá, þó svo að þau séu ekki þar með símana sína. Því að við erum að kenna þeim í gegnum tölvur og við erum að kenna þeim í gegnum iPada og þetta allt margt mjög gagnlegt og gott sem betur fer. Bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á það að hún hefði viljað sjá þetta koma af hinum endan.
frá foreldrunum sjálfum. Og ég ætla að taka undir það. Ég tel að það sé til ákveðin sáttmáli. Heimili og skóli árið 2023 hafa unnið hér farsældarsáttmála. Og inn á heimasíðu talandi gagnlegt og gott efni inn á heimasíðu heimilis og skóla umfjöllun farsældarsáttmálan, hvernig með nálgast hann, hvaða leiðir sé hægt að nota til að innleiða hann, skólar eða foreldrar geti gert það sjálfur innan skólanna, það er hægt að fá efni, það er hægt að fá fjarfundi, það er hægt að fá fulltrúa frá heimili og skóla inn í skólana til þess að gera sáttmála. Og ég skil ákallið sáttmála. Og ég get alveg tekið undir þetta varðandi útivistartíma og hitt og þetta sem nauðsynlegt og gott fyrir foreldra að geta gripið í. Þetta eru reglurnar og við höfum sameinast þær. En við vitum vel að það eru hins vegar ákveðnar reglur sem okkur bara gengur alveg svakalega illa að fara eftir. Nú ég orðin pínu ruglum, ég minnir að veri bæjarfulltrúi í Sunnahlíð sem að nefndi að ákveðin lönd væru að tala að hækka aldursviðmið inn á samfélagsmiðlana, Snapchat og fleira. Það aldursviðmiðar nú þegar. Virða það allir? Nei. Sé ég það glöggt? Já, ég kennari. Ég heyri í börnunum, ég veit hvar þau eru. Þannig að boðabönn eru ekki alltaf leiðin. En vissulega góð ef þau næst samstafa. Önnur áskorun sem í þessu eins og svo mörgu öðru eru kannski, og nú ætla ég bara að segja við foreldrarnir sjálfur, vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Jana Salome nefndi hér áðan að þá eru við hér öll í þessum salheldi foreldrar. Það gengur enn verr að fá foreldra að borðinu. Við fullorðna fólki, við erum líka orðin alveg gífurlega upptökin. Mögulega við skjái eða einhverja skjái. Ég skal ekki segja. En foreldrafundir, fyrirlestra sem eru boðaðir, það hefur bara því miður verið alveg afspyrnu léleg mæting á slíka fundi. Og því miður það meira segja stundum svo að þeim foreldrum sem kannski gengur einna best að setja sínum börnum ramma og fylgja rammanum eftir, að það eru jafnvel foreldrarnir sem að mæta á slíka fundi. Þannig að það heilmikil áskorun sem að við stöndum frammi fyrir. Ég held að eins og við margkomið fram, ég held að við séum öll sammála það að við viljum reyna að búa börnunum okkar betra umhverfi og stuðla því sem við getum gert. Í síðustu viku var hér bæjarstjórnarfundur unga fólksins, þar sem að okkar fulltrúar í ungmennaráði, þeir voru að fara yfir þætti sem að snéru hér að félagslífi barnan okkar og því framboði sem þar væri. Og þar kom ég hér í pontu og ég ræddi það að ég teldi að þar þyrftu við að gera betur. Ég taldi, og sérstaklega þá með krakkan okkar á miðstigi, ég held að það séu tækifæri í því að þessir frábæru einstaklingar sem við höfum hér sem eru forvarna og félagsmála fulltrúar, þeir hafa menntun, þeir hafa þekkingu, að við leitum einhvern veginn annara leiða til þess að börnin okkar fái meira félagslíf, meiri fræðslu og forvarnir og allt þetta. Ég held að sé kórrétt að við vísum þessu máli inn í fræðslu og lýðheilsuráð og ég ætla að taka heilsuður undir með bæjarfulltrúa Sunnahlíð. Ég man mjög vel eftir umræðinni hér í bæjarstjórn þegar við vorum að ræða í framhaldi af þessum voða atburði sem verður á menninganótt í Reykjavíkurborg að ofbeldi sé að aukast. Við rættum það líka hér í síðustu viku og við höfum rætt þetta og þetta alvarlegt mál
mögulega hluti af umræddri skjánótkun, samfélagsmiðlanótkun, leikjanótkun eða hvað við ætlum að kalla það. Og mér þykir bara mjög miður ef að svo umræðingunin hefur loknast út af og þá held ég bara að við sem hér erum hljótum bara geta samanast það, hvað það sem við getum gert, hvað það sem við getum gert til þess að stuðla því að foreldrarnir í bæjarfélaginu okkar geti staðið saman. En ég held að staðreyndin sé samt sem áður svo að vinnan verður svolítið að koma eða frumkvæði líka frá foreldrunum sjálfum vegna þess að það eru meiri líkur á þáttöku frá þeim sem að hefja samtalið. En ég get alveg stuttu þessa tillögu og jável hvort heldur sem með þessu hugtaki skjánótkun eða skjátími eða hvað sem það en ég ítreka, ég held að það eru tiltæki eins og farsældarsáttmálinn sem að ætti að byrja á því líka að koma í gang. Takk. Það bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að láta þetta vera mitt síðasta skipti hérna uppi en ákaflega góð umræða að læra að synda og kenna þeim að syndi þessum veruleika og þekkja hann veruleika og þetta einmitt bara málefni sem við rættum hérna haustið 2022 þegar bæjarstjórn samþykkti að efla stafrænt læsi og að vísa því í gerð nýrrar lýðheilsu stefnu sem að enn verið að vinna að og ég held að væri bara mjög gott að taka það umræða aftur upp í fræðslu og lýðheilsuræðu hvort að við höfum eflt stafrænt læsi í skólunum okkar og ég held að það sé bara mjög mikilvægt en það líka verið að fræða börnin. Ég held að það sé ekkert endilega vandamáli og eitthvað sem við þurfum að einblína á hér. Þau hafa verið að fá fræðslu frá til dæmis hefur Skúli Bragi komið og verið með fræðslu netöryggi og samskipti á netinu og alls konar og ég veit að það í áætlunum fræðslu og forvarnafulltrúana okkar, eða forvarnafulltrúana, að sinna þessari fræðslu inn í grunnskólum. Það ekki svo við séum ekki að gera neitt. Við erum að gera helling. Þau þekkja þessa veröld. Það eru við sem þekkjum hann ekki. Það vandamálið. Og ég held að í þessari vinnu þarf meira einblína á að fræða foreldrana. Ég held að skólarnir og forvarnafulltrúarnir séu að sinna börnunum ágætlega. Þó að ég telja að þurfa að efla stafrænt læsi, það að segja þið þekki hvernig þessi miðlar virka. En og það alveg satt og það alveg til hellingur á netinu viðmið og reglur, en ég sem foreldri alveg að bjargalaus á heimilinu ef að við erum ekki samtaka í þessu. Þannig þetta snýst meira og tökum samtali að fara eftir þessu. Og fara eftir því að börn ekki heima á samfélagsmiðlum undir 13 ára aldri. Og munum það að talan var 60% 9 til 12 ára bara árið 2021. Það galið. Það var bæjarstjórnarfundur unga fólksins í síðustu viku og enn og aftur verið að ræða andlega líðan barna. Og nú hefur bæst við ofbeldi meðal barna. Þetta ákall frá börnunum okkar að gera eitthvað og þetta liður í því. Og ég alveg sammála bæjarfulltrúa Láru Halldóru að maður hefur farið marga foreldrafundi og mætingin ekki alltaf verið frábær. En ég hef farið á fyrirlestur skjánótkun og fræðslu netið og það var mjög góð mæting og í síðustu viku var húsfyllir í Naustaskóla þessa bara þennan vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag. En ég læt þetta bara gott heita núna, takk. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir, loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gleymdi að leggja fram bókunina mína sem þá svo hljóðandi.
Ég tel að það geti verið jákvætt að skapa umhverfi þar sem að foreldrar geta sameiginlega mótað samfélagssáttmála hvað eina sem þau vilja varðar uppeldi barna þeirra. Hins vegar hugtakið skjátími í mínum huga óheppilegt þar sem það nærið tíma sem varðir í notkun á skjám sem getur talist mjög gagnlegt svo sem við lestu bóka, lærdóms, samtals við ættingja og svo framvegis. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í lokimálsinu og orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá þeir sem geta samþykkt tillögu bæjarfulltrúa Sunnu og Gunnars, gefa merki, það eru 10 móti, enginn og 1 setur ekki á.